Meira en 90% Íslendinga vilja að hið opinbera sjái rekstur heilbrigðisþjónustunnar og að það leggi til hennar meira fé. Nánast engin stuðningur við að einkaaðilar reki hana. Mikill meirihluti Íslendinga vill að hið opinbera reki heilbrigðisþjónustuna og setji meira fjármagn í hana en nú gert. Nánast engin stuðningur við það að einkaaðilar reki hana. Spurt var viðhorf Íslendinga til heilbrigðisþjónustunnar í þjóðmálakönnun Félagsvísindastofnunar núna í vor. Niðurstöður sýndu að eindreginn stuðningur við að hið opinbera annist hana. 81% landsmanna því hlynnt. 18% landsmanna vilja að heilbrigðisþjónustan sé rekin jafnt af einkaaðilum og hinu opinbera, en nánast engin stuðningur við það að hún sé rekin fyrst og fremst af einkaaðilum. Það kannski kom mér á óvart hversu hátt hlutfall almennings vill að ríkið sé bæði megin rekstrar aðilinn, skulum við segja, en einnig kom mér á óvart að það hefur hækkað hlutfall þeirra sem telja að ríkið eigi að verja meiru fé. Spurt var viðhorf fólks til heilbrigðisþjónustunnar í landskönnun heilbrigði og aðstæður Íslendinga haustið 2006 og aftur núna í þjóðmálakönnun Félagsvísindastofnunar í vor. Árið 2006 vildum 81% landsmanna að hið opinbera legði meira fé til heilbrigðisþjónustunnar en núna 94%. 16% landsmanna vildu árið 2006 að fjárframlög yrðu óbreytt en núna tæplega 5%. Fáir vildu minnka fjárframlög til heilbrigðisþjónustunnar árið 2006 og enn færri núna. Þannig að við getum sagt að það sé ríkur stuðningur meðal landsmanna við svona félagslegt heilbrigðiskerfi og þá ég við að þið opinbera fjármagnað mestu þjónustuna og reki helstu svona rekstrar einingarnar innan kerfisins. Ekkert útlit fyrir að landflótti heilbrigðisstétta dvíni á næstunni. Þetta segir sérfræðingur. Íslenskur læknir fékk 500.000 í laun fyrir 2 daga vinnu í Svíþjóð. Ekkert útlit fyrir að íslenskt heilbrigðisstarfsfólk komi aftur til landsins til að vinna á meðan launin eins lág og raun ber vitni. Þetta segir læknir sem sérhæfir sig í atvinnumálum íslenskra lækna í Skandinavíu. Einkavæðing heilsugæslunnar og úthlutun verktakavinnu fyrir lækna væru stór skref í rétta átt. Mörg hundruð íslenskir læknar starfa nú í Skandinavíu og víðar erlendis og fjölgar ár frá ári. Hjúkrunarfræðingar horfa nú einnig í auknum mæli út fyrir landsteinana sem og ljósmæður og aðrir heilbrigðissérfræðingar. Framkvæmdastjóri Hvítra Sloppa, fyrirtækis sem útvegar íslenskum læknum vinnu í Svíþjóð og víðar í Skandinavíu, segir að íslenska heilbrigðiskerfið geti ekki boðið starfsfólki sínu neitt sem það sækist eftir. Laun skipti því almennt meira máli heldur en hefur komið fram í umræðinu undanfarið. Í fyrsta lagi þá þarf að opna kerfið fyrir verktöku, að við fáum að auglýsa, fá lækna hingað heim á verktakalaunum. Við þurfum að bjarga því sem í rúst núna, eða sem liggur nánast í jörðinni, komið fram af bjargbrúninni. Menn kom ekki af þessum launum sem boðið upp á núna, sem bara brota af því sem það verður bjóða mannum erlendis. Byrjunarlaun aðstoðarlækna á Íslandi sé 340 til 350.000 krónur. Fyrir sama starf í Svíþjóð fái þeir á bilinu 750 til 950.000 fyrir dagvinnu. Verktakavinna í Skandinavíu geti hins vegar gefið mun meira í vasan. Til dæmis bauð ég vegna forfalla annars kollega, þá bauð ég 2 daga núna nýlega, 50 og föstudag með vakt til 10 kvöldi annan daginn og það var 500.000 sem ég bauð fyrir þann tíma. Nauðsynlegt sé að endurskoða kerfið í heild sinni, meðal annars með því að bjóða á rekstur heilsugæslu til lækna og leggja meiri áherslu á almenna uppbyggingu á því sviði. Guðmundur segir ekkert benda til þess að ásókn lækna og fleiri heilbrigðisstétta í vinnu erlendis sé að dvína. Mér sýnist það ekki, það ætti að vera öllum ljóst fyrir löngu síðan, að það veri bara aukinn flótti og þeir sem geta farið að fara. Þegar eina hugsunin kemst að það raunverulega að komast í burtu.